og ég vona þið öll eftir að njóta ykkar í dag og svo endum við hérna niðri með dúndur kökubassar á vegum Royal Rangers. Þannig að þið megið bara fara að hugsa til ykkur gott til glóðarinnar, að fjárfesta í einhverjum flottum tertum eða brauði. Ef ekki að standa upp og lofa drottni. Allir vaknaðir. Drottinn lofa sér vitna
Dásamleg játning. Amen. Alveg sama hvaða fjöll þú ert að glíma við, að þá getur Jesús flutt þau. Treystum á hann og gefum honum allt. Það er margt framundan hérna í kirkjunni, ég ætla að stikla á stóru í því sem að svona helst í dagskráni. Þið eru auðvitað með dagskrá vikunar væntanlega í höndunum sem þið fenguð þegar þið gengu hér inn og einnig fenguð þið litla auglýsingu fyrir páskabingo Royal Rangers sem verður næsta miðvikudag 10. apríl. Hvet ykkur öll til þess að kíkja þangað og skemmt ykkur og styðja starfið í leiðinni. Maður er bara móður. Það er greinilega að fara að mæta á æfingu í Hörðan. En ég ætla fyrst að nefna að næsta sunnudag í barnastarfinu þá verður svona aðeins öðruvísi dagskrá. Það verður brauðsbrotning og auk þess verður sýnd mynd eftir hana Nönnu Ómarsdóttur. Ég veit ekki meira myndina en endilega krakkar, komiði og sjáið. Það verður svona öðruvísi dagskrá og skemmtilegt. Svo er ferð eldri borgara framundan og það eru ennþá laus sæti. Hún verður 1. maí, lagt af stað hérna klukkan 9:30 og komið svona 5-leytið, 5:30 og stefnt að fara hring undir leiðsögn Esterar sem er lærður leiðsögumaður, þannig að það verður ekki amalegt að hún mun ausa viskubrunni sínum í ferðinni. En það verður sem sagt Hvalfjörður, Dragháls, Borgarfjörður og ferðin kostar aðeins 8.000 fyrir dagsferð með rútunni og mat innifalið og það er ennþá laust pláss og það er fleiri velkomnir að vera með. Ef ykkur langar að koma í ferðina þó þið tilheyrið ekki eldrastarfinu, séuð ekki komin á þann frábæra aldur, þá þau eru samt velkomin að koma með og bara talið við annarkvort mig eða Ester hvað þetta varðar. Getið hringt á skrifstofuna líka á þriðjudaginn. Nú, páskabingoið var ég búin að minnast á og svo eru þetta vormóti, ég vona allir séu búin að setja það í dagatali sitt, 9. til 11. maí, frábær gestur að koma, Egil Svartdal. Þið getið lesið þetta á heimasíðu kirkjunar, þannig að endilega setjið þetta inn á kalendarið, 9. til 11. maí er vormót. Helgi, gjörðu svo vel. Já, og svo kannski líka hérna, og líka kannski minna á hérna aðalfund, mitt gott að heyrðu í mér. Þið heyrðu ekki það sem ég sagði undan því, ég endurtek það ekki. Nei. Hérna, eins og þið heyrðu það er margt spennandi framundan og auðvitað ber hæst kannski páskarnir sem er seinna í þessum mánuði og þar er alltaf frábær dagskrá. Við byrjum á hérna skírdag 17. apríl að þá verður hérna brauðsbrotning og ég veit ekki hvort þau voru hérna öll í fyrra en það var mjög merkileg samkoma og ég held að þetta endurtaka þann leik að hafa svona míní páskamáltíð að hætti gyðinga. Og svo á föstudaginn langa, við erum ekki alltaf með dagskrá þá, en í ár verður svolítið flott samkoma, hátíðarsamkoma, föstudaginn langa klukkan 4:30 að tilefni því að það er þetta föstudagur langi, en líka í ár er 400 ára fæðingarafmæli Hallgríms Péturssonar. Þannig að verður hérna samkoma með svona passíusálma og Hallgríms Péturssonar þema og ég veit að búið að fá fullt af flottum söngurum og það er svona hugmyndur að gera þetta svolítið flottri samkomu og svo eru auðvitað hátíðarsamkoma á páskadag klukkan 11 þegar við fögnum því að hann sé uppi risinn og syngjum uppi sálmana. Já. Amen. Mér langar að biðja mæðgurnar Kristínu og Majustínu að koma hérna upp. Það er alltaf að lesa ritningavers og biðja fyrir bænarefnum og ég hveti ykkur til þess að taka þátt í bæninni og búið ykkur undir að lyfta því upp sem hvílir á ykkar hjarta. Maja Stína er ein af krökkunum sem eru í Royal Rangers starfinu og er að fara til Noregs næsta sumar og kökubassarinn er einmitt til styrktar þeirri ferð. Þannig að það er hún og fleiri flotti krakkar sem að njóta góðs af. Ég ætla að lesa Sálm 23. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta á grænum grundum, lætur hann mig hvílast, leiðir mig á vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég færi dimman dal, óttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjandum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur, já gæfu og náð, fylgir mér alla ævidaga mína og í húsi Drottinn bý ég langa ævi.
Ég þakka þér himneski Faðir fyrir miskunn þín og náð. Ég þakka þér fyrir það að við erum hér samankomin í húsi þínu til að fræðast þig og til að lofsyngja þér, Drotti minn. Ég þakka þér fyrir það að þessi stund hún tilenguð þér og við lofum þig og við vexum og við tignum þig, Faðir. Ég bið fyrir öllum bænarefnum sem við eigum í hjörtum okkar og ég bið þig að svara bænum okkar, Drottin, eins og þú vilt. Ekki eins og við viljum heldur eins og þú vilt, Drottin, og hjálpa okkur að muna það að oft bænin þannig að við erum með eitthvað í huga en þú ert með eitthvað allt annað. Og ég bið þig, Faðir minn, að opna augu okkar fyrir þá leið sem við eigum að fara, sem við eigum að ganga. Hjálpa okkur að vera vakandi og biðjandi fyrir hvert öðru, Drottin. Geð okkur umburðarlyndi og kærleika, Drottin. Ég þakka þér fyrir þessa stund áframhaldandi, Drottin, og ég bið þig að blessa allt sem framfer hér í þessu húsi í dag, Drottin, á öllum vígstöðum, Drottin, og ég lofa þig og vegsama. Takk fyrir kirkjun okkar og takk fyrir alla þá sem eru hér samankomin í þínu nafni, í Jesú nafni. Amen. Já, nú komið að því að taka fórn og Vörður ætlar að koma hérna aðeins upp og tala fyrir fórninni og á meðan fórnin tekin þá ætlum við að kenna ykkur nýtt lag, alltaf gaman að læra ný lög og þetta yndislega fallegt lag náð Guðs. Þetta eftir hann Samuel Hector sem lofgjörðarleiðtogi í Philadelphia í Stokkólmi. Hann lofgjörðarleiðtogi þar og samdi þetta yndislega lag. Íris Guðmundsdóttir búin að snúa því yfir á íslensku, alveg snildarlega, einstaklega gaman að syngja svona vandaðan og fallegan texta og þannig að ég bara hvet ykkur til að njóta af þess hlusta þetta fallega lag. Amen. Nú ætlum við að taka fórnina til starfsins og ég vil hvetja ykkur. Það einstök blessun af því að fá að vera með í að þjóna Guði. Við getum þjóna honum á svo margvíslegan átt. Það ekki allir sem að geta verið upp á palli eða spila á píanó eða predikað, en öll getum við gert eitthvað og öll getum verið með. Saman lyftum við grettistæki. Saman gerum við hlutina. Og nú fórnin til stafsins og það sem sagt posi eða kortavél aftast sem þið getið rent kortunum ykkar og við skulum bara biðja fyrir fórninni áður við látum bökana ganga. Faðir, þakka þér fyrir Drottin að þú blessar hverja einustu krónu sem að kemur inn í samskotin í dag. Ég bið að Drottin að hver einasta króna megi nýtast vel í þínu ríki, þínu starfi Drottin, verða öðrum til lausnar, öðrum til blessunar, öðrum til gleði og öðrum til uppörfunar. Og ég þakka þér fyrir Drottin að þú elskar okkur, þú Drottin geð okkur öll gæði með þér. Og þakka þér fyrir Drottin, þannig getum við fengið líka að þjóna þér með hæfileikum okkar og með fjármunum okkar. Og ég bið að blessa söfnin í dag í Jesú nafni. Amen. Og ég vil segja líka við ykkur sem að eru að hlusta sangkomuna eða horfa á hana að það hægt að fara inn á heimasíðuna philadelphia.is. Það hægt að fara inn og hvernig á að gefa til starfsins. Guð blessi ykkur öll. Now þín ægir, now
við dreifðanir, heilust í náðar sól þín. Landsins við dreifðanir, heilust í náðar sól þín. Landsins við Langar að biðja Einar Jóhannes og hópinn hans úr unglingastarfinu að koma hérna upp. Kórinn ætlar að fá sér smá pásu og þau ætla að taka við hérna. Gjörðu svo vel, Einar. Halló. Góðan dag. Hérna, já, þetta er mjög fyndið skipting á stemmingu. Förum úr mjög ljúfri lóðgjör í trillt barnamótslög, en svona bara sundar. Hörru, sjáum hvernig, byrjum við. Ok, hörru, gætirðu sett gítarinn nokkuð í mónitor nr. 5? Það væri snillt. Herri, við ætlum að biðja ykkur að byrja að standa upp og við ætlum að syngja þetta lög saman. Krakkar, ef viljið koma fremst að dansa með, það væri snillt. Eða fullorðið fólk vill koma fremst líka, það væri það ennþá betra. Það væri best. Já, við ætlum að taka 2 barnamótslög núna og byrjum á laginu Jesús er mín ofurhetja. Skemmtilegt sem því að trommuleikarinn komst það í 5 mínútum fyrir samkomu. Hann var að spila með okkur. Þannig, þetta var skemmtilegt. Tilbúið, Jesús er mín ofurhetja. Hann sólur til hans
Superman. Óskar. Og ég fara allir betur fyrir. Óskar. Betri hvað? Tómasi. Betri nafni, Ástur. Betri nafn, Jesus er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei hvín. Jesus er mín ofurhetja, stjarnan mín Ég sem þú ert sem aldrei hvín. Jesus er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei hvín. Jesus er mín ofurhetja, stjarnan mín sem aldrei hvín. Hann var líka að setja mig í mónitor um trómuleikarum. Tvistlægi og þetta tvista. Við tímum í það. Ég elskar Jesú, hann elskar mig. Ég vil honum fylgja alla mína tíð og ég elska Og þið þið. og ég elska hann. Og ég elska hann. Og Jesus elskar mig. Jesus elskar mig. Og líka tvista. Ég elskar Jesú, hann elskar mig. Ég vil honum fylgja alla mína tíð og ég elska hann. Og ég elska hann. Og ég elska hann. Og Jesus elskar mig. Jesus elskar mig. Við erum að vera í afrættu síðastöldu danskeppni. Sá sem vinnur þetta fær ekki neitt, hann fær high five frá mér eftir samkomu. Tímum í það. 1, 2, Höfum gengsin enn. Og við erum standur í ykkur. Ok? 1, 2, 1, 2, 3, og Ég elskar Jesú, hann elskar mig. Ég vil honum fylgja alla mína tíð og ég elska hann. Og ég elska hann. Og ég elska hann. Og Jesus elskar mig. Jesus er mig. Jesus elskar mig. Jesus er mig. Jesus elskar mig. Jesus er mig. Jesus elskar Takk fyrir. Hörru, það var beðið að segja að það var skýrt þannig sem við fara að taka skýrt með að fara og gera sér tilbúna. Á meðan þið megið vera þetta áfram við viljið eða setja. Annars, skemmtileg staðarind, við sem sagt erum söngkópurinn Agape, sem sagt bassarleikari líka, og tókum sett, og Marjún, sorry, og Marjún, hún er líka ekki Agape. Við með endilega fá ykkur sæti. Við vorum að taka þátt í Ísland Gott Talent núna, hugsaum við okkur okkur tökum við ekki þátt, eitthvað svona gospel söngkópur. Og svo við komumst áfram gegn fyrstu umferðina, síðan duttu út, nýtt gút, en það skiptir ekki máli, við getum ennþá sungið. Þannig að við vorum beðin að koma og syngja þetta 2 lög fyrir ykkur og við ætlum að gera það. Ég ætla að henda skít hérna frá mér. Svona, ok. Og áður, ég verði eiginlega að henda þessu frá mér, þetta er alveg. Áður við ætlum að syngja, ég verði að taka Instagram-mynd, þetta er eiginlega of.
Þetta er of góður vettvangur. Við erum alltaf langað til þess að taka hérna svona sjálfsmynd upp á sviði. Þannig að þið með endilega brosa, þú veist, þannig að ef það kemur ljótmynd á okkur á Facebook, þá varaði ég ykkur við. Hérna, ok, byrju, maður sjá, byrju. Ok, það sést mjög vel í fólk. Ok, ætli þið ekkert að vera með? Ok, byrju. Frábært, þetta er mjög góð mynd. Hérna, ef þið viljið sjá myndina, þá heiti ég Einar Jó á Instagram, EINARJOH, endilega followið mig á Instagram. Hérna, mjög gott plugg. Hérna, allavega, við ætlum sett að taka fyrir ykkur nokkuð lög. 2 lög. Já, ég var að fatta. Ok, við þurfum eiginlega eitthvað til að gefa okkur tóninn. Veitu, ég er með app í símanum mínum. Þess að hérna, við erum venjulega með þverflautu en hún gleymdist í Vestmannaeyjum. Þannig að það er svolítið langt að sækja. Við ætlum að byrja á laginu, við byrja bara I'll Fly Away. Það er mjög gott. Það sem heitir I'll Fly Away, mjög skemmtilegt og klassískur, góður sálmur, myndi ég segja. Tilbúin? Jöp. Okay. Someday morning, when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the shadows of the life have gone, I'll fly away. like a bird from prison bar has flown, I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Oh, how glad and happy when we meet. I'll fly away. No more cold iron shackles on my feet. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Ef það, já, þú mætti kannski setja meira hérna hjálmari allavega í monitor 1. Það heyrist, já, ég allavega, já, ef það heyrist mjög lítið í honum þá er það því að hann er bassi sett. Ég veit ekki hvernig hann er svona djúpt, ekki spyrja mig. Hörru, við ætlum að taka hérna næst lag sem heitir Swing Low, sem er lag sem við tókum í sett pröfunum í Ísland Got Talent. En já, þetta verður áhugavert og ég þarf víst að gefa okkur tónin. Okay. I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. If you get there before I do, Coming for to carry me home. Well, tell all my friends that I'm coming too. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot.
coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Takk fyrir. Við sýttum söngkópurinn Agape. Já, takk fyrir okkur. Likeið okkur á Facebook. Þetta er alveg frábært. Því líka talentur sem við höfum í þessari kirkju og víða, þó bara, já, ég er bara eiginlega á jörð. En það komið að skírn og það eru sem sagt 7 ungmenni, unglingar sem að taka skírn í dag. Og það er gaman að segja frá því að á föstudaginn var, sem sagt á unglingasamkomu, þá voru 8 unglingar sem tóku skírn. Þannig að bara gaman og spennandi það sem að gerast. Og þetta er sem sagt unglingarnir, nokkrir af unglingunum sem að eru í unglingafræðslu hópnum sem að eru sem sagt að taka skírnina í dag. Og mér langar að lesa hérna í fyrra Pétursbréfinu og það er við hæfi að Helgi talaði líka svolítið það hérna á föstudaginn Nóa flóðið. Nú gengur myndin í bíói sem sagt Nóa og það er vert að skoða hana. En það segir í 3. kapítulnum í fyrra Pétursbréfinu frá versi 18: Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir, réttlátur fyrir rangláta, til þess að hann gæti leitt yður til Guðs. Hann var deyddur að líkamanni til en lifandi gjörður í anda. Í andanum fór hann einnig og predikaði fyrir öndunum í varðhaldi. Þeir höfðu ólínast fyrrum þegar Guð sýndi langlindi og beið á dögum Nóa meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það er 8 sálir í vatni. Með því var skírnin fyrirmynduð sem nú einnig frelsar yður. Hún sem ekki er hreinsun óhreinda á líkamannum, heldur bæn til Guðs góða samvisku. Fyrir upprisu Jesú Krist sem uppstiginn til himna, situr Guð á hægri hönd og englar, völd og kraftar eru undir hann lagðir. Þannig að skírnin er, eins og segir hérna, bæn til Guð góða samvisku og við erum að réttlæta Guð með þessu skrefi. Og þessi flottu unglingar sem að hér standa sem sagt, eins og ég sagði áðan, hópur, eiginlega helmingurinn af hópnum í unglingafræðslu hópnum. Þau eru held ég í kringum, 18, þau eru 7 hérna í dag, þannig að 18 eru í hópnum. Sumir eru búin að taka skírn, sumir taka aðeins seinna og þetta eru flottur hópur. Þannig að ég er búin að gera samning við þau. Af því að ég man þegar ég tók skírnina, þá var ég bara aðeins 11 ára gamall. Ég grátbað pappa að fá að taka skírn og honum fannst ég vera alltof ungur og ætlaði sem sagt að neita mér það. Og ég man að ég stóð við rúmstokkinn á rúminu hans pappa og ég bað hann, ég grét og ég sagði: pappi, viltu leyfa mér að taka skírn? Og þegar hann sá alvöruna í 11 ára gamlum dreng að þá gaf hann eftir. Og ég hef aldrei séð eftir í. Þetta hefur verið mitt gæfuspor. Ég gerði sáttmála við Jesú og ég man þegar unglingsárum komu að það hjálpaði mér. Ég var búinn að taka skírnina, ég var búinn að gera sáttmála við hann og ég ætlaði að varvitast í Kristi. Og hér stend ég í dag og ég þakka Guði fyrir það. En ég er búinn að gera sáttmála við þessa krakka af því ég var sjálfur feiminn og þegar Einar Jó Gíslason skýrði mig í Betel í Vestmannaeyjum. Einar Jó Gíslason er sem sagt var afi Helga og þá var hann búinn að lofa mér því að ég þyrfti ekkert að segja annað en já.
Ég gat það. Ég átti að segja eitthvað annað. Ég var svo feiminn. Ég var mjög feiminn maður og ungur maður. Hvað sem trúi ég ekki. en þegar hann síðan spurði mig, Vörður, af hverju viltu taka skírn? Það var erfitt að segja já. Þannig að ég er búinn að lofa þeim að ég skulle ekki pína þau, en sum þeirra vilja segja af hverju þau vilja taka skírnina. En ég ætla að biðja að kynna sig og segja nöfnin sín. Ég heiti Jóhannes Páll Pálsson og ég vil taka skírn því ég vil fylgja Jesú Kristi. Amen. Já, gefum við gott það. Ég heiti Edgar og ég ætla að fylgja Jesú. Amen. Ég heiti Nanna Ómarsdóttir og ég vil að Guð veri lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Amen. Amen. Flott. Amen. Og á sunnudaginn kemur í barnastarfinu, þá verður sýnd mynd eftir þessa ungu stelpu. Amen. Ég heiti Signý og ég vil fylgja Jesú. Já, ég veist það. Ég heiti Berglind og ég trúi á Guð og vil fylgja honum. Amen. Ég heiti Silvía og ég ætla að fylgja Jesú. Ég veist það. Ég heiti Helena og mér langar líka að fylgja Jesú. Þetta var frábært. Amen. Þannig að þau stóðu sér vel. Flott hjá þessum krökkum. Og á páskadag, þá er blessunardagurinn þeirra. Þá munum við vera hér nokkuð mörg og þá munum við blessa þau. Já, ég ætla ekki að segja meira um það, en nú skulum við ganga honni. Ég ætla að biðja alla krakkar, nú ætla ég að biðja ykkur að fara á niður og setjast. Allir að setjast niður. Þannig ég ætla að biðja vegna þess að það eru margir frammi eða út í sal og vilja sjá. Þannig að þið með setjast hérna alveg og alls ekki standa upp. Krakkar, þið með setjast niður. Fyrst þau eru komin inn að. Og ég ætla að biðja fullorðnum að koma ekki hingað fram. Og með bara alveg að því að myndavélarnar og þeir sem eru frammi verða að fá að sjá. Ætla að krjúpa niður. Ok. Allir að krjúpa. Samkvæmt skýruboði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krists í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Amen. Halleluja. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, æða til fús ég vil, honum fylgja hér. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hvers hann oss leiðir, honum fylgja fer. Samkvæmt skýruboði Drottins og þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krists í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Amen. Grafið með Kristi og risin upp til að gangi endurnýjung lífsins. Amen. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, æða til fús ég vil, honum fylgja hér. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hvers hann oss leiðir, honum fylgja fer. Samkvæmt skýruboði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krists í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Amen. Og grafið með Kristi og risin upp til að gangi endurnýjung lífsins. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, æða til fús ég vil, honum fylgja hér. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hvers hann oss leiðir, honum fylgja fer. Samkvæmt skýruboði Drottins og þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krists í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda.
og grafið með Kristi og risin upp til að gangi endurnýjung lífsins. Amen. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, æða til þú sér mig, honum fylgja hér. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hvern sem annars leiðir, honum fylgja hér. Samkvæmt skýruboði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Og grafið með Kristi og risin upp til að gangi endurnýjung lífsins. Amen. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, æða til þú sér mig, honum fylgja hér. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hvern sem annars leiðir, honum fylgja hér. Samkvæmt skýruboði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Og grafið með Kristi og risin upp til að gangi endurnýjung lífsins. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, æða til þú sér mig, honum fylgja hér. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hvern sem annars leiðir, honum fylgja hér. Samkvæmt skýruboði Drottins og þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Amen. Og grafið með Kristi og risin upp til að gangi endurnýjung lífsins. Halleluja. Amen. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, æða til þú sér mig, honum fylgja hér. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hvern sem annars leiðir, honum fylgja Þakka þér, elsku Jesús, þakka þér fyrir þessi sískinni Drottin sem að hafa gefist þér, Drottin minn, og vilja fylgja þér og hlýða orði þínu, elsku Jesús minn. Við byggjum að blessa þau, Drottin, blessa framtíð þeirra, Drottin, varveita þau í trún á þig, elsku Jesús minn. Gefðu þau náð bara til að þroskast í vexti og visku og náð á þér, elsku Jesús minn. Ó, Drottin minn, byggjum líka fylla þau svo með heilugum anda, Drottin minn, og blessa þau á allan hátt, í Jesú heilaga nafni. Amen. 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 Höldum við bara áfram samkominni, en ég vil hvetja þá sem að Guð er snert við varðandi skírnina að hafa samband við okkur. Skírnin er hlýðniskref, skírnin er eitthvað sem að Biblían talar og við eigum að gera, þannig að geta haft samband við okkur fyrir næstu skírn. Þér sé lof, Drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leyf mér að tigna þig. Syngja lofsöng til
ég megni meira og markið nálgast endalaust. Syng ég þig hjartans loka heyra. Í heimi Guðs sem vegir líf hefur. Hver sem lof drottinn Guð, lofa sér þitt nafn. Leyf mér að vitna þig. Syngja lofsöng til þín, lofa þig. Leyf mér að vitna þig. Hver sem lof drottinn Guð, lofa sér þitt nafn. Leyf mér að vitna þig. Syngja lofsöng til þín, lofa þig. Leyf mér að vitna þig. Og Drottinn, leyf mér að vitna þig. Drottinn, leyf mér að vitna Syngja lofsöng til þín, lofa þig. Leyf mér að vitna þig. Ó Drottinn, leyf mér að vitna þig. Drottinn, leyf mér að vitna Amen. Yndislegt að fá að vera með ykkur í dag á þessum fallega degi. Vona að allir búin að hoppa næju sína og tvista næju sína líka. Og ég vildi geti gert eitthvað jafn skemmtilegt fyrir ykkur, við erum eitthvað svona sjó. Það eru ýmsir möguleikar í boði með vatn í skírnarlauginni, en ég var ekki búin að undirbúa neitt. En mér langar að segja ykkur sögu. Og þið vitið hvernig það er að við hugsum svo mikið í sögum að einföld svör, já og nei, duga ekki alltaf til, eins og áðan. Þú komur upp á svið og ætlar bara að segja já og svo spurður af hverju viltu gera þetta. Það er mjög erfitt að segja bara já. Jói er 8 ára strákur sem býr í Grafarvoginum. Hann lendir yfirleitt ekki í vandræðum, hann er duglegur í skólanum og hann bara svona friðsælt barn. Og einu sinni þá kom hann heim með glóðarauga. Og þegar mamma hans spurði hann af hverju ertu með glóðarauga, þá gat hann ekki bara sagt já. Og þá gat hann ekki bara sagt, það varð hönd á leið minni. Eða fór að útskýra hvernig mar verður til. Hvernig getur hann svarað þeirri spurningu? Með sögu. Það er ekki hægt að svara því nema með sögu. Og ef að sagan eins og ég ímynda mér, hann var bara á trampolíni með vini sínum og sveiflaði hönd og hann fekk, það munar rosalega miklu. Og það er svo margt sem að við getum ekki svarað nema með sögu. Og núna eru páskar að koma, það var skýrt hérna áðan, og þegar fólk spyr af hverju höldum við páska eða af hverju erum við með niðurdingaskýrn, að þá þurfum við að segja sögu. Og páskarnir mér mjög ofalega í huga og líka, eins og segja, það var skýrn sagan Nóaflóðið, það var mynd í bíó, Nóaflóðið, ég mikið að hugsa Nóa og mér langar svolítið að tengja kannski útskýringuna af hverju höldum við páska, við erum að ganga inn í það tímabil, af hverju tekur fólk niðurdingaskýrn. Svarið, stuttasvarið sem að enginn skilur gæti verið út af regnboganum. Einhvern veginn spurði ég af hverju heldur páska vegna regnbogans. Þá hafði fólki, ok, hvaða nýja trúfélag er þetta? Hvaða, einhvers konar, ýmislegt sem fólk myndi þetta í hug, en regnboginn í sögunni regnbogan felst útskýringin á því af hverju höldum páska og af hverju fólk tekur niðurdingaskýrn. Og við vorum að tala á Söðsins langa verið samkoma sem að passíusálmarnir leika stórt hlutverk. Passíusálmarnir eru svona mjög góðir í því að tengja krossverk Jesú Krists við söguna. Að endur segja, útskýra Jesús gerir eitthvað út af einhver sem áður gerst. Freisting Jesú Krists eða píslir Jesú Krists hefjast hvar?
í Getsemane garðinum. Af hverju? Af því að fallið varð í garði. Og alveg eins og það fyrsta sem varð fyrir bölvunarvaldi syndarinnar var jörðin, þá var það fyrsta sem blóð Jesú Krist snerti jörðin, þegar hann sveitti blóðið og féll á jörðina. Það eru svona sterkar tengingar, allt sem gerist þarf að útskýra með sögu. Og ég ekki að fara í alla söguna í dag, stuttpredikun, markmiðið allavega. Í upphæði skapaði Guð himinn og jörð. Þið heyri þetta verður ekki löng saga. Sagan byrjar þar. Guð skapar góðan, fullkominn og hreinan heim. Það sem að allt yndislegt og heimurinn, hann settur upp og hann stillt hann upp. Þetta svo klukkuverk yndisleika. Það allt dásamlegt, allt fallegt, allt gott. Og allt saman ómandi lofgjörð til Guðs. Og þegar Guð búinn að skapa himininn og hann búinn að skapa fuglana og hann búinn að skapa hafið og sjávadýrin og hann búinn að skapa jurtir og alls konar falleg skordýr og allt mögulegt. Og ekkert, þegar þarna komið, það engin dauði í heiminum. Að til að kóróna sköpunarverkið og þegar allt tilbúið, að þá skapar hann manninn í sinni mynd til þess að halda klukkuverkinu áfram, til þess að lofgjörðin haldi áfram og felur manninum það hlutverk að sjá sköpunina, að vera ábyrgur gagnvart Guði fyrir sköpuninni og í raun sinna sköpuninni eins og Guð myndi gera, vera í Guðs mynd. En maðurinn, og það bara svo ríkt í eðli okkar og Guðfræði myndi segja út af því sem þarna gerðist, af hverju ég að endurspegla einhvern annan? Af hverju má ég ekki bara ákveða sjálfur hvernig ég vil vera? Af hverju má ég ekki bara velja mér hver ég vil vera og hvernig ég vil vera og hvað gott og hvað slæmt? Þannig að maðurinn ákvað að velja sína eigin leið og í raun bara sagði skilið við Guð. Ég ætla að vera Guð og ég ætla ekki að móta hann heim eins og Guð sé Guð, ég ætla að móta hann heim eins og ég sé Guð og ég ætla að lifa í minni eigin mynd og þessi heimur mun endurspegla mig en ekki skaparann. Það syndin í Edengarðinum og þannig að það var klift á Guð. Þannig að heimurinn í dag fallin sköpun, að hafa búið að verpa myndina. Samt segir hann okkur svo mikið Guð. Samt hann svo yndislegur og svo fallegur. Og ég veit ekki hvort að það hafið, þegar maður býr í svona ljósmengaðri borg. Ég bjó lengi upp á Kjalarnesi og þegar heimurinn var betri staður og ljósastörurnir enduðu í Þingvallaafleggjarann en fór ekki alla leið, að það gerðist oft þegar maður var að keyra heim á kvöldin, bara á venjulegu kvöldi, ekkert sérstakt og maður bara hlusta á útvarpið og ekki hugsa neitt sérstakt og svo keyrir maður undan ljósastörunum, síðasta ljósastörunum í Þingvallaafleggjarann og allt í hennu bara lýstist upp himinin og það voru bara stjörnur út allt og bara eitthvað ljósasjó fyrir ofan Esjuna sem hann hafði ekki eftir hugmynd og það var oft, maður var kannski að fara heim og þreyttur, klukkan allt og margt og var kalt úti, ég stoppaði bílinn bara til að fara út og dást af sköpunarverkinu. Heimurinn fallinn, en hann samt svo fallegur að hann fær eitthvað til að staldra við og dásta á honum og fær með til að hugsa, býtum við, það hlýtur að vera eitthvað meira, býtum við. Maður fer að hugsa svona einhverja háflegar hugsanir, skiljiði. Heimurinn segir okkur frá því hver Guð þó svo að heimurinn sé fallinn. Getum við ímyndað okkur hvernig heimurinn ófallinn? Getum við ímyndað okkur hvernig heimurinn verður þegar það verður eins og Guð segir að hann muni endurreisa alla hluti, þegar Guð mun endurreisa sköpunarverkið eins og hann hefur lofað okkur. Mennirnir spilltust og spillingin, þetta svo stökkbreytingar, hún var svo hröð að fyrsta andlátið í heiminum var ekki slys, það var ekki einhver hræðilegur sjúkdómur, það var bróðurmorð. Fólki í nýfáruð Edengarðinum, það ennþá fingraför Guðs á manninum eftir að hafa móta hann, ennþá til staðar og fyrsta andlátið morð. Því heimurinn, hann spillist mjög hratt. Og mér finnst að koma svolítið fram í myndinu Nóa, fyrir ykkur sem nógu óandlegt til að fara í bíó, eins og ég. Og þó svo að það séu reyndar alls konar svona hugmyndir sem fléttast þar inn í sem hafa ekkert með Biblíuna að gera. Og mér hafa einhvers postaði grein hjá mér á Facebook í gær sem undirstrikar að þetta hefur, það er svona alls konar hugmyndir sem enginn veit af, sem ekki góðar. En það skiptir ekki máli, það veit enginn aðeins og tekur ekki þetta í. En maður sér að mannkynið skiptir sér tvennt. Þeir sem vilja lifa í tengslum við skaparann og þeir sem algjörlega halda bara áfram sína eigin leið, sigla sína eigin leið. Og mannkynið spillist svo hrikalega að það stefnir bara í eyðingu. Bara mannkynið mun eyða sjálfu sér, eða það mun eyða jörðinni og það mun bara
það mun tortíma því verki sem Guð hefur hafið. Eina leiðin til að bjarga þessu að byrja upp á nýtt. Eina leiðin til þess að þetta eigi eitthvað sjens að það verði uppstokkun. Og eins og segi, fyrir það sem að hann fari í bíó nýlega þá kannski hugsaðir, já, sagan af Nóaflóðinu. Og sagan af Nóaflóðinu endurspeglar svo sterkt sögu páskana og það er það sem ég langar til að tala um. Málið er það að synd kallar alltaf á dóm. Ef að Guð myndi ekki taka á syndinni að þá væri Guð ekki réttlátur Guð. Hver myndi vilja búa í landi sem er svo gott að það refsar ekki glæpamönnum? Hver myndi vilja búa í landi sem er svo gott að það er engar afleiðingar fyrir að skaða aðra? Hver myndi vilja búa í landi þar sem að enginn tekur á neinu, að við erum bara svo líbó? Já, þeir hann að lemja þig. Já, bytta bara að gera ekki mjög fast. Já, þeir hann að taka húsið þitt. Getur ekki bara smíða nýtt, ef þú smíða nógu mörg þá endanum þreytist hann að taka þau eða þú getur fengið eitthvað. Hver myndi vilja búa í svona samfélagi? Enginn. Ef Guð tæki ekki á synd, þá væri hann ekki réttlátur Guð. Ef Guð tæki ekki á illskunni, þá væri hann ekki góður Guð. Og hann þurfti að taka á illskunni og það kom flóð. Og það sem gerðist var að allt mannkynið fórst í flóðinu. Allt. Laun syndarinnar eru dauði, sumir fá útborgað fyrirfram. Nei, þarna var borgað snemma. En í dómi Guðs er alltaf miskunn. Við sjáum alltaf miskunn í dómi Guðs. Þarna var Guð að launa heiminum fyrir laun syndarinnar, en það var miskunn. Hann miskunnaði einni fjölskyldu og hann miskunnaði nógu mörgum dýrum til þess að vera hægt að byrja líf á ný á jörðinni. Í dóminum var miskunn, það var þó björgun og það var nýtt upphaf. Og eftir flóðið það var hrein jörð, það var ný jörð, það var ný byrjun. Og nýja byrjunin er svo augljósa að Guð segir við Nóa og fjölskylda hans það sama og hann segir við fyrsta fólkið. Hann blessar þau og hann segir verið þið frjósöm, margfaldist og fylli jörðina. En Guð sagði meira. Guð bætti við. Hann segir, Guð sagði við Nóa og syni hans sem með honum voru, ég stofna nú til sáttmála við ykkur og niðja ykkar og allar lifandi skepnur sem með ykkur eru, bæði við fugla, búfé og öll dýr merkurinnar með ykkur, við allt sem úr örkinni gekk, það er öll dýr merkurinnar. Ég stofna til sáttmála við ykkur. Aldrei framar skal allt hold tortímast í vatnsflóði, aldrei framar mun flóð koma og eyða jörðina. Og Guð sagði, þetta er tákn sáttmálans fyrir allar ókomnar aldir sem ég stofna til milli mín og ykkar og allra lifandi skepna sem hjá okkur eru. Boga minn hef ég sett í skýin. Hann skal vera tákn sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Þegar ég færi skýi við jörðina og boginn sést í skýjunum, mun ég minnast sáttmála míns milli mín og ykkar og allra lifandi skepna, alls hols og aldrei framar skal vatni verða flóði sem tortímir öllu lífi. Hverju sinni sem boginn stendur í skýjunum mun ég sjá hann og minnast hins eilífa sáttmála milli Guðs og allra lifandi vera, alls sem lifir á jörðinni. Og Guð sagði við Nóa, þetta er tákn sáttmálans sem ég hef stofnað til milli mín og alls sem lifir á jörðinni. Og stuttlega langar við bara að benda á nokkur atriði. Guð gerði sáttmála ekki bara við Nóa, við alla niðjans og allt sem lifir á jörðinni. Að vilja varðveita náttúruna er ekki eitthvað heiðið konsept. Það er algjörlega biblíulegt. Guð gerði sáttmála við allt sem lifir á jörðinni. Og fyrir okkur við hugsum í samningum. Já, heyrðu, það er allt svona, já, ég þarf að græða eitthvað á þessu, þú ert að græða eitthvað á þessu. Sáttmáli er ekki samningur. Sáttmáli, það sem við kannski tengjum best við, er svona fóstbræðralag. Munið í Íslendingasögunum, þegar einhverjir voru góði vinir og vildu svona tryggja sig gagnvart hver öðrum eða fylgja sína hver við annan, að þá ristu þeir í lófa sinn og þeir tengdust blóðböndum. Þeir svóru eið og urðu fóstbræður. Og svo skipti engu máli hvort fóstbróðurinn var leiðilegur eða hvort hann gerði eitthvað á þinn hlut eða hvort að hann gekk of langt eða eitthvað. Ef einhver skaðaði fóstbróðurinn, þá hefndir þú hans. Ef einhver fór gegn fóstbróður þínum, þá stóðst þú með honum. Hvort sem hann er rétt fyrir sér eða rangt fyrir sér, hvort sem hann var góður eða vondur, hvort sem hann hafði góð við þig eða ekki, hvort sem hann stóð við sinn sáttmála eða ekki, þú ferð og þú stendur með honum
og þú leggur allt í það. Þess vegna gerði fólk þetta ekki léttvægt. Guð gerir sáttmála við jörðina. Guð gerir sáttmála við mannkynið. Ég mun aldrei aftur eyða mannkyninu. Ég mun aldrei aftur koma hreinlega í refsandi reiði minni. Ég ætla að endurleysa þessa jörð og ég ætla að endurleysa mannkynið. Guð gerir sáttmála. Og hann segir, boga minn set ég í skýin. Og ég og þú, við hugsum regnbogann. Hver hefur ekki séð regnboga? Enginn, allir hafa séð regnbogann. Og hvenær sjáum við regnbogann? Við sjáum hann þegar sól og óveður mætast. Þú sér aldrei regnboga þegar bara vont veður. Þú sér aldrei regnboga þegar glampandi sólskinn. Það þarf að mætast vondaveðrið og sólin. Miskunn og dómur. Þar sjáum við regnbogann. Í dómi Guðs er alltaf miskunn. Og þegar Guð segir ekki, ég set regnboga í skín, boga minn. Og ef þú ert að tala við konung og hann er að tala bogann sinn, þá hugsa maður ekki skrautmun eða regnboga eða glerlistaverk við Leifsstöð. Bogi er stríðsvopn. Boga minn set ég í skíin. Ég er hættur að berjast við ykkur, segir Guð. Ég mun ekki koma gegn ykkur að þennan hátt aftur. Og hvernig snýr regnbogi? Hefur eitthvað tekið eftir því? Þegar þú leggur bogann frá sér, hann leggur hann ekki þannig að hann snúi niður. Þannig að ef það hleypur skota boganum, þá eitthvað, úps, annað flóð, eitthvað óvart. Reiði Guðs beinist ekki niður á við. Boginn snýr upp á við. Og þannig birtist sagan af Nóaflóðinu í páskasögunni. Og ég veit að fyrir það sem yngri eru, því kannski vitið ekki hvað þetta er, en því sem munið til filmumyndavélum, þið hafið séð negatífur þegar maður fór með filmur í framköllun. Hvernig er negatífan? Hún er algjörlega andstæða myndarinnar sem kemur. En þú þarft negatífuna til að fá rétta mynd. Nóaflóðið eru svo negatífa af páskasögunni. Guð setur bogann í skýin. Boginn beinist upp á við. Næst, þegar þarf að taka á syndinni, þá lendir refsingin á mér. Næst, þegar þarf að taka á synd mannsins, þá tek ég á móti högginu. Boginn snýr upp á við. Í Nóaflóðinu tóku allir út refsinguna nema einn. Í krossverki Jesú Krists tók einn út refsinguna fyrir alla. Það var einn sem varð fyrir tortímingunni. Það var einn sem tók á sig refsinguna sem við höfðum unnið til. Þess vegna höldum við páska, því að Jesús er örkin sem frelsar. Jesús er sá sem stofnar nýtt mannkyn, alveg svo komið gegnum Nóa. Eftir það sem Guð hefði gert var algjört umskipti. Heimurinn er ekki eins, heimurinn er ekki samur. Það breyttist eitthvað í eðli heimsins. Í gegnum Jesú Krist verðum við hluti að þessari nýju sköpun að fá við þetta annað tækifæri. Og skírnin er mynd upp á þetta. Ég ætla að meðtaka þessa náð. Ég hef gengið gegnum þessi hreinsandi vötn, vitið, það sem Jesús gerði fyrir mig, Nóaflóðið sem komið gegnum Jesú Krist, hef ég meðtekið. Ég er eins og ný og hrein jörð sem hefur verið þvegin með vötnum Nóaflóðsins. Ný sköpun, nýtt upphaf, ný byrjun. Og ég minnist þess að bogi Guðs er í skýjunum. Hann kemur ekki gegn mér í reiði sinni, hann hefur tekið refsinguna á sig. Það er saga páskana og það er ástæðan fyrir því að fólk tekur skírn þegar það hefur tekið við frelsinu í Jesú Kristi. Þannig að við skulum ekki láta páskana fara fram hjá okkur. Ekki láta þennan tíma fara fram hjá þér. Minnstu þess sem Jesús Kristur hefur gert fyrir þig. Og ef þú er ekki tekið á móti honum, þá er aldrei of seint. Ef þú er ekki tekið við honum, gerðu það í dag. Ekki einu sinni bíða frá páskum. Gerðu það í dag. Vegna þess að synd ber alltaf afleiðingar. Og við öll munum taka út á líf okkar og okkur sjálfum og heimil okkar og fjölskyldu okkar afleiðingar syndarinnar ef við ekki göngum undir náðaverki Jesú Krists, ef við ekki meðtökum frið Guðs inn í líf okkar. Það var fullt af innan gæsalappa góðu fólki sem fórst í flóðinu. Það bara lifði fjarri Guði. Það bara var ekki undir náð Guðs. Það var fullt af góðu fólki, fyrir því hvernig standardin er, sem fórst og fullt af fólki sem missa af hjálpræðisverki Jesú Krists. Það snýst ekki að vera góð manneskja. Það snýst að meðtaka náð Guðs. Það snýst að lifa í takt við skaparann. Guð er ekki í stríði við okkur. Guð vill sýna miskunn, en hann verður
að taka á syndinni. Og hann býður okkur leið, hann hefur tekið hana á sig ef við viljum þiggja það. Þannig að næstum einhver spyr þig af hverju höldum við páska eða af hverju tekur fólk skírn, það svarar bara út af regnboganum. Af því að reiði Guðs hefur beinst á honum sjálfum. Af því Guð hefur gert sáttmála við mig og allar lifandi verur að hann vilji miskunna mér en ekki refsa mér. Amen. Skulum enda á því að biðja saman og svo var ein tilkynning sem ég beðið að koma framfæri sem ég gleymdi áðan. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir náðarverkið í Jesú Kristi. Ég þakka þér, Jesús, að fyrir þínar benjar verði við heilbrigð. Ég þakka þér, Jesús, að refsinguna sem við höfum til unnið tókst þú á þig. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú vilt frelsa sérhvern mann. Að það enginn sem svo langt frá þér að hann geti ekki meðtekið þína náð. Það enginn sem hefur farið svo langt að þitt náðarverk dugi ekki. Og það enginn sem svo góður að hann þurfi ekki að náðarverki þína halda. Og nú bið ég fyrir okkur, Drottinn, hjálpað okkur að lifa undir þinni náð. Hjálpað okkur, Jesús, að lifa í samfélagi við þig. Og ég biði fyrir þeim, Drottinn, sem að heyra mál mitt í dag og eiga ekki þennan frið við þig, Drottinn. Faðir, ég biði að þú finni fyrir því. Þú finni hvað það er alvarlegt að vera á náðar þinnar. Hvað það er alvarlegt að draga syndirnar á eftir sér, Drottinn, og eiga óuppgerð mál við þig. Og ég biði líka, Drottinn, að þú finni hvað náð þín er mikil, að þú finni kærleika þinn streyma til sín. Og Drottinn, að margir megi gefast þér í dag, í Jesú nafni, iðrast synda sinna, iðrast þess að lifa eins og þú sért ekki til og játa þig sem skapara sinn, sem Drottinn sinn og sem frelsara sinn. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og það sem ég gleymdi að minnast á áðan er að 16. apríl, daginn fyrir skírdag, eru tónleikar hérna í kirkjunni til styrktar litlum strák sem að tengist þessari kirkju sem að er haldin mjög sjaldgæfum hrörnunarsjúkdómi og allur ágóðu tónleikana fyrir beint í að styrkja hann og fjölskyldu hans. Miðaverð í forsölu er 2 og 5. Það er plakkat sem hangir hérna niðri sem auglýsir þetta, það er mikið á Facebook og þið getið talað við hann Brynjólf ef þið viljið einhverja frekar upplýsingar. Amen. Áður en við syngjum lokalagið, þá langar mig líka að láta vita að á föstudaginn næsta verður ekki unglingasamkoma hér eins og auglýst í dagskráni, þar sem það er unglingamót í Vestmannaeyjum. Við ætlum að syngja saman eitt lag í lokin og svo er boðið upp á kaffi niðri og eins og við erum búin að tala hér að þá er kökubassar Royal Rangers. My
þökkum ykkur innilega fyrir þessa stund í dag og til hamingju þið sem tóku skýrn og bara Guð blessi göngu ykkar áfram og bara eigið í góða viku, gjörið þið svo vel. Stíga niður í sal og njóta samfélagsins og fá ykkur kaffi. Og að sjálfsögðu boðið upp á fyrirbæn hér. Ef einhver vill fá fyrirbæn þá það hér í hlíðarsalnum, gjörið þið svo vel.